Loftvarnaflautur hafa verið þeyttar bæði í Ísrael og Íran í allan dag og sprengjuárásir halda áfram á báða bóga. Bandaríkjaforseti krefst þess að Íranir gefist upp. Fleiri fá að reka neyslurými fyrir fíkniefnaneytendur en áður eftir að lögum var breytt á Alþingi í gær. Sérfræðingur í skaðaminnkun telur að þetta geti bjargað mannslífum. Drónatækni og gervigreind eiga eftir að gjörbylta hernaði á næstu árum. Þetta er mat hernaðarsakfræðings sem segir að mikið vígbúnaðar kapphlaup sé hafið. Árás og eitthvað ríki getur verið þannig að þúsundir dróna fljúga bara yfir landamærin og ráðast á hernaðarleg skotmörk. Veðrið setti víða svip sinn á 17. júní hátíðahöldin í dag. Forseti Íslands ávarpaði í fyrsta sinn hátíðagesti á Austurvelli. Fyrsti bjórinn, bruggaður alfarið úr íslensku korni, var smakkaður á dögunum. Bruggmeistarinn segir þetta stórt skref í átt að bjóröryggi landsins. Gott kvöld og gleðilega þjóðhátíð. 5. daginn í röð ganga loftárásir Írana og Ísrael á víxl. Sprengingar hafa heyrst í höfuðborg Írans, Teheran, af og til í allan dag. Ísraelar segjast hafa ráðið valdamikinn hershöfðingja í íranska hernum á dögum en hann er talinn koma næstur æðsta klerknum að völdum. Íranir tilkynntu síðdegis frekari loftárásir á Ísrael og hvöttu landsmenn til að flýja borgirnar Tel Aviv og Haifa. Þjóðarleiðtogar hafa hvatt báðar þjóðir til að draga úr átökum. Ingibjörg Sara, Donald Trump Bandaríkjaforseti, hann sagði fyrir í dag að hann vildi bendbinda endi á átökin fyrir fullt og allt. Er það raunhæft að það takist? Það lítur ekki út fyrir það á þessari stundu. Þau átökin hafa stigmagnast dag frá degi og í raun bara klukkutíma frá klukkutíma og bæði löndin hafa sagt tilkynningar í dag um loftárásir á báða bóga. Og vegna ástandins þá yfirgaf Donald Trump Bandaríkjaforseti fund G7-ríkjanna í Kanada fyrr en áætlað var. Hann sagði við fréttamenn í morgun að hann væri ekki að vinna vopnahlé milli ríkjanna, heldur vildi hann sjá algjöra uppgjöf frá Írönum. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna sagði á samfélagsmiðlum síðdegis að það væri í höndum Trump að ákveða hvort gripið yrði til frekari aðgerða. Hann ætlaði að koma í veg fyrir að Íranir eignuðust kjarnorkuvopn, sama hvað. Og núna síðdegis þá heyrðist aftur í Trump, hvað sagði hann þá? Já, hann tjáði sig á samfélagsmiðlum sínum Truth Social eins og hann gerir oft. Hann sagði bandarísk stjórnvöld viti staðsetningu Ali Khamenei, æðsta klerks Írans, en ætli ekki að ráða niðurlögum hans, allavega ekki eins og staðan er í dag. Hann krafðist síðan aftur skilyrðislausar uppgjafar Írans. En yfirlýsingar Trump eru á skjön við fyrir orð hans þessar árásir að þær séu ekki að undirlagi Bandaríkjamanna og að þeir séu ekki beinir þáttakendur. Hvort þetta feli í sér stefnubreytingu verður að koma í ljós, en nú á 7. tímanum fundaði Trump með þjóðaröryggisráði sínu. Hann sagði, og Ísrael nýtur náttúrulega stuðnings frá Bandaríkjunum bæði hvað var að fjárveitingu og vopn. En kanslari Þýskalands sagði í viðtali við fjölmiðla í dag að Íranir verði að koma að samningaborðinu. Wenn das Regime bereit wäre, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, dann braucht es keine weiteren militärischen Interventionen. Wenn nicht, dann steht möglicherweise die vollständige Zerstörung des iranischen Atomwaffenprogramms auf der Tagesordnung und das kann die israelische Armee offensichtlich nicht vollenden, denn dazu fehlen ihr die notwendigen Waffen, die haben aber die Amerikaner. Drónar hafa breytt miklu í hernaði síðustu áratugi. Hernaðarsakfræðingur segir að búast megi við enn meiri byltingu á næstu árum þegar drónatækni og gervigreind renni saman. Ómönnuð flugtæki hafa lengi verið notuð í hernaði. Þjóðverjar notuðu litla fjarstýrða skriðdreka með sprengihleðslu í síðari heimsstyrjöldinni á austurvígstöðunum en flestir tala að það verði þessi drónabylting núna á þessari öld og kannski upp úr svona 2010-11 þá sjáum við þetta í borgarastríðinu í Sýrlandi. Bandaríkin og önnur vestræn ríki notuðu líka dróna í stríðinu gegn hryðjuverkum eftir hryðjuverkaárásina 11. september. Og þetta eru ekki bara stórir drónar eins og Predator eða Reaper.
Þeir geta verið stórir eða þú vilt hafa mikið flugdrægi en svo sjáum við þessi litlu drónar, jafnvel drónar sem eru bara seldir út í búð eins og hérna niður í Lækjargötu. Það er hægt að koma fyrir sprengihleðslu á þeim og nota þá til að granda brinnvögnum eða skriðdrekum eða einhverju slíku. Svo má ekki gleyma eftirlitshlutverkinu. Drónar hjálpa mikið til við að sjá hvað andstæðingurinn er að aðhafast. Gera óvænta árás. Það er mjög erfitt þegar drónar eru allstaðar að fylgjast með. Það var náttúrulega bylting með gervitunglum fyrir 20-30 árum í þessa veru en með drónum er orðin algjör umbylting í þessu þannig að það er miklu erfiðara. En svo verður klárlega mikil drónabylting í Úkraínustríðinu. Úkraínumenn voru kannski aðeins fyrir til að beita drónum í töluverðu magni. Síðan náðu Rússar þeim og nú er bara gríðarlegt vígbúnaða kapphlaup í drónatekni og tækni til að bregðast við drónum, til þess að blokka merkið sem er notið til að stýra drónunum. Erlingur nefnir árás Úkraínumanna og herstöðar Rússa í byrjun mánaðar þar sem tugum sprengjuþotna var grandað með drónum. Þá eru þeir í fyrsta skipti að beita drónum sem eru beitt úr mikilli fjarlægð, yfir 5.000 km í burtu sem þeir gera árás í Síberíu, en stjórnendur drónanna sitja væntanlega í Úkraínu og það er verið að stýra þeim í gegnum einhvers konar fjarskiptakerfi. Einhverjir hafa sagt að þeir séu að nýta sér farsímakerfið í Rússlandi til að stýra drónunum úr þetta mikilli fjarlægð. Erlingur segir loftvarnir nútímans aðeins ráða við þetta upp að ákveðnu marki. Við vitum að menn hafa miklar áhyggjur af þessu í NATO og víðar, hvernig þeir geta til dæmis varist árás á borð við það sem var gerð inn í Rússlandi af Úkrænumönnum og það er engin auðveld svör við því. Svo er það framtíðin. Erlingur segir að búast megi við gjörbyltingu í hernaði á næstu árum þegar drónatækni og gervigreind renni saman. Já, þá getur við farið að reka hundruði dróna, einhvers konar sverm af drónum sem þarf ekki aðkomu stjórnenda. Það er búið að kenna þeim að finna og ráðast á ákveðin skotmörk og það getur, hernaður lítur allt öðruvísi út heldur en við þekkjum hann fyrir tilvikið. Árás og eitthvað ríki getur verið þannig að þúsundir dróna fljúga bara yfir landamærin og ráðast á hernaðarlega skotmörk og þetta er svolítið dystopísk og skelfileg tilhugsun en þetta er framtíðin út af drónum og gervigreind. Enginn verður skipaður í embætti aðstoðar ríkislögreglustjóra þar sem Helgi Magnús Gunnarsson, fráfarandi vararíkissaksóknari, ákvað að þiggja það ekki. Helgi var vararíkissaksóknari í 14 ár. Hann var æviskipaður og á því rétt á eftirlaunum þar til hann kemst á eftirlaunaaldur eftir 9 ár. Staða aðstoðar ríkislögreglustjóra hefur ekki verið skipuð í 15 ár og í skriflegu svari frá embætti ríkislögreglustjóra segir að starfið verði ekki auglýst. Dómsmálaráðherra bauð Helga embættið í vor en ríkissaksóknari óskaði eftir að hann yrði leystur frá störfum og sagði hann vanhæfan, meðal annars vegna ummælans einstaka hópa. Minniháttar lagabreytingar á vímuefnalögum sem samþykktar voru á Alþingi í gær koma til með að bjarga mannslífum að mati sérfræðings í skaðaminnkun. Með þeim megi ná til fjölbreyttari hóps þeirra sem nota vímuefni og veita þeim mikilvægt öryggi. Breytingarnar veita frjálsum félagasamtökum ásamt heilbrigðisstofnunum heimild til að stofna og reka neyslurými í stað einungis sveitafélaga áður. Þá heimila lögin fólki að nota vímuefni í neyslurými óháð neyslu aðferð. Þetta þýðir það að núna er hægt að í rauninni að veita öruggt neyslurými til fólk sem er að glíma við ólíkan vímuefnavanda. Því áður fyrr var eingöngu í rauninni hægt að veita til fólk sem var að nota vímuefni í æð en við vitum að á Íslandi í dag, bara eins og er allstaðar í Evrópu, er að það mun fjölbreyttari hópur sem eru að glíma við mjög alvarlega vímuefnavanda eins og til dæmis fólk sem er háð ópíóðum og er að reykja það eða jafnvel nota í gegnum nef. Svala segir þetta muni örugglega bjarga mannslífum því fólk noti nú orðið vímuefni sem eru mun hættulegri en áður. Með þessu sé mögulegt að fleiri geti opna neyslurými og þannig veitt sínum skjólstæðingum þjónustu til að mynda heilbrigðisstofnanir út á landi sem búa yfir húsnæði og aðgangi að starfsfólki. Hún minnir líka á að fólk notar vímuefni einnig á tyllidögum eins og 17. júní. Ég held að sé líka gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld og heilbrigðisráðherra skoði það alvarlega að lengja opnunartímann á Ylju neyslurými í Borgartúni. Ylja neyslurými í Borgartúni þarf að vera opið lengur og það þarf að vera opið helgar og á rauðum dögum. Og við þurfum að tryggja það að Ylja neyslurými sé starfrækt alla daga ársins. Halla Tómasdóttir forseti Íslands sagðist í hátíðarávarpi sínu á Austurvelli í morgun vera bjartsýn á framtíðina þó blikur væru á lofti. Þetta var í fyrsta sinn sem forseti Íslands hélt ávarp á athöfninni sem hingað til hefur verið flutt af forsætisráðherra. Forseti sagði daginn kalla fram æskuminningar
og vék að ýmsu í ávarpi sínu, meðal annars fullveldisbaráttunni, jafnréttismálum, samfélagsmiðlum, íslenskum fyrirtækjum og stöðu heimsmála. Það ekki upplífgandi að verða vitni að hatrömmum deilum á samtalstorgum samfélagsmiðla sem eru sannarlega ekki til eftirbreytni. Allra síst þegar í hlut eiga valdamestu menn heimsins sem ættu að vera öðrum fyrirmyndir. Vitundin krefjandi úrlausnarefni yfirgnæfi þó alls ekki trú mína á að þessir umbrotatímar færi okkur tækifæri til að standa okkur betur. Við þurfum að taka okkur tíma til að horfast í augu við hvert annað, leggja símann til hliðar og eiga samverustundir með fullri þátttöku og innlifun. Sjálf ætla ég að ganga á undan með góðu fordæmi á samfélagsmiðlum og fara í sumarfrí frá Facebook. Og almennt ætla ég að fækka stundum á samfélagsmiðlum. Kæru landar, göngum glöð inn í þennan gæfuríka sumardag. Já, hátíðahöld standa enn yfir í Hafnarfirði með tónlistarveislu á Thórsplani og þar Rebekka Líf Ingadóttir. Rebekka, eru hafnfirðingar í hátíðaskapi? Já, það má segja það. Hér var hátíðadagskrá aftur að hefjast og mun standa eitthvað fram á kvöld. En við kíktum líka í miðbæ Reykjavíkur í dag á hátíðarhöldin þar. Fjölmennt var á Austurvelli á hátíðarathöfn í morgun. Katrín Halldóra Sigurðardóttir, leikkona, fjallkonan í ár og flutti ljóðið Ljóslínur eftir Þórdísi Helgadóttur. Hjörtu okkar eru ungviði og sérhver hátíð hátíð barnanna. Jippi, ég meina það, ég. Þetta búið að vera stór draumur síðan ég var lítil stelpa, þannig að þetta svona, ég að taka þetta allt saman inn núna. Hvernig leið þegar þú fékkst að vita af þessu? Bara rosa vel. Þetta svo mikill heiður að fá að gera þetta. Þannig ég var bara þvílíkt þakklát og ánægð. Opið hús var í hússtjórnarskólanum þar sem gestum var boðið upp á kaffi og kræsingar. Fólk var hvatt til að mæta með og setjast niður með hannyrðirnar og þeir sem mættu í þjóðbúningnum fengu kræsingarnar frítt. Þetta svona okkar tilraun til þess að lyfta aðeins upp íslenska þjóðbúningnum og vera svolítið kannski líkari Norðmönnum eða einhverjum nágrannaþjóðum sem eru ófeimnari við það að klæðast þjóðbúningnum. Og þetta svona okkar tilraun til þess að, hvetja fólk til þess og það virðist bara virka ágætlega. Skrúðgangan lagði síðan af stað frá Hallgrímskirkju alla leið í Hljómskálagarðinn, þar sem hoppukastalar og skemmtiatriði biðu. Kátir gestir létu það ekki á sig fá þó að rigningin léti sjá sig. Gaman að vera hérna á 7. júní? Já. Veistu af hverju við höldum upp á 7. júní? Nei. Rigningin eitthvað að skemma fyrir þér? Nei. Gaman að fagna 7. júní? Rigningin ekkert að skemma? Nei. Veistu af hverju við höldum upp á 7. júní? Það Ísland á afmæli. Því að við fengum réttlæti 1944. Og ætlar að vera lengi hér í dag og fylgjast með dagskráni? Já, ég held það. Á Egilsstöðum fór lúðrasveit Fljótsdalshéraðs fyrir skrúðgöngu að íþróttamiðstöðinni þar sem krakkar úr fimleikadeild Hattar sýndu listir sínar. Á Akureyri hélt skrúðganga skátafélagsins Klakks og lúðrasveitar Akureyrar í Listigarðinn þar sem við tók þjóðhátíðardagskrá og Ísafirði var tónlistarmessa í Ísafjarðarkirkju og skrúðganga frá Silfurtorgi upp á Eyrartún. Hér hjá mér Tinna Dal Kristjansen, framkvæmdastjóri 7. júní í Hafnarfirði. Tinna, hvernig hafa hátíðarhöldin gengið? Þau hefur bara gengið rosalega vel, þrátt fyrir að við hefum fengið smá rigningu fyrir bara dags. En fólk kom bara vel búið í bollagalla og í stígvélum við regnhlífina tilbúin að taka þátt í stöðinu. Þannig að rigningin var ekkert að setja strik í reikningin í dag? Nei, í rauninni ekki. Fólk bara, eins og ég segi, bara mætti vel búið og með bros í hjartanu og bara
tilbúið að vera með. Og hér verður einhver dagskrá fram á kvöld, ekki sant? Jú, við verðum með tónleika hérna til 9:30 í kvöld, þannig að það geta allir komið og skemmt sig vel. Þannig að það er ekki of seint að halda upp á þjóðhátíðardaginn? Nei, aldeilis ekki. Það verður nóg af listamönnum sem koma og tróðu upp, þannig að eitthvað fyrir alla. Takk hérlega fyrir þetta, Tinna. En Bolvíkingar héldu upp á þjóðhátíðardaginn með henni árlegu fleytukeppni. Bolvíkingar leggja mikinn metnað í hina árlegu fleytukeppni. Reglurnar eru einfaldar, fleytan þarf að vera minnst 20 cm að lengd og heimasmíðuð. Fleyturnar reka niður Hólsána og svo vinnur sem kemur fyrst að höfninni. Sigurfleyið var smíðað í skólanum og smiðurinn segir handverkið einfalt. Við þurfum bara að negla og setja lím til að gera bandi og svo bara mála hann. Hvernig fannst þér að hann þurfti að vera svo hann geti unnið? Bara flottur. Aðmálið að hann sé flottur? Og hraður. Að sjálfsögðu. Og hvernig fannst þér að sjá hann fara hérna niður ána? Bara fínt. Festist hann nokkuð á steinunum? Nei, hann fór inn að stundum að hvolf og svo fór hann aftur og vann bara. Heiðu, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Já, forseti Íslands sæmdi í dag 15 manns heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Þeir sem sæmdir voru fálkaorðu í dag voru Albert Eymundsson, fyrrverandi skólastjóri, Andrea Þórunn Björnsdóttir sjálfboðaliði, Bjarki Sveinbjörnsson tónlistafræðingur, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sálfræðingur, Guðrún Ágústsdóttir fyrrverandi borgarfulltrúi, Guðrún Pétursdóttir lífeðlisfræðingur, Jón Haukur Steingrímsson jarðverkfræðingur, Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, Sofía Pálsdóttir skrifstofustjóri, Unnar Vilhjálmsson kennari, Unnur Ösp Stefánsdóttir leikona, Vilborg Guðbjörg Guðnadóttir geðhjúkrunarfræðingur, Þorlákur Hilmar Mortens myndlistarmaður, betur þekktur sem Tolli, Þorsteinn Loftsson prófessor og Þórður Þorkelsson barnalæknir. Fornleifafræðingar fundu nýverið 30 grafir frá víkingatímanum norður af Árósum í Danmörku. Perlur, peningar og kistill með gullþræði voru meðal þess sem fannst í gröfun. Talið að grafirnar séu 1000 ára gamlar. Þær uppgötuðust við framkvæmdir á akri í Lísbjerg, nokkra kílómetra norður af Árósum á Jótlandi. Líklegt þykir að grafirnar tengist aðalsfjölskyldu frá þessum tíma. Bíli þeirra fannst við uppgröft á svæðinu á 9. áratug síðustu aldar, innan við kílómetra frá grafreitnum. Vi har Stormandsgården ved Lisbjerg, som helt sikkert har været et politisk, økonomisk magtcenter med forbindelse til kongemagten. Og nu har vi det sted, hvor folk, der levede og opholdt sig på Stormandsgården, blev begravet i hedens tid. Árósar gengdu mikilvægu hlutverki sem miðstöð verslunar og viðskipta á víkingaöld frá 8. fram á 11. öld. Lisbjerg ret specielt i forhold til fortidsminder i alle perioder, og især vikingetid faktisk. Hefð var fyrir því að fólk á þessum tíma væri grafið með eigur sínar til þess að geta haft þær með sér í framhaldslífið. Her har vi et lerkar og så har vi 2 fine glasperler her. Fornleifafræðingar telja hlutina geta gefið innsýn inn í hvers konar manneskjur voru grafnar þarna. Jeg er så ikke i tvivl om, at de gravgaver, som hver enkelt har fået med her, det afspejler den enkelte person. Og þá vindum við okkur austur og hérað, þar sem bygguppskera var svo góð að kornið hendar til möltunar sem sjaldgæft. Á dögunum brögðuðu menn á fyrsta bjórnum sem bruggaður alfarið úr íslensku byggi. Þessi saga hófst fyrir 4 árum. Sumarið var óvenju gott á Austurlandi og 20 stiga hiti vikum saman. Í Vallanesi dafnaði kornið á ökrunum og náði að full þroskast má segja. Bygguppskeran varð svo mögnuð að kornið hentaði í möltun fyrir bjórgerð. Og nú 4 árum síðar í brugghúsi Múla á Egilsstöðum verið að taka fyrstu smakkpröfuna. Þetta sennilega bara, mér vitandi, fyrsti bjórinn sem bruggaður úr alíslensku möltuðu byggi. Í þessum bjór einungis bygg frá þeim á Vallanesi, maltað þar
Möltun nákvæmt ferli þar sem kornið látið spíra til að losa sykrur og ensím. Þá komin verðmæta afurð sem heitir maltað bygg eða bara malt og bjórinn úr því lofar góðu, segir fólkið, og á enn eftir að gerjast og taka sig í 3 vikur á töngunum. Þessi tilraunaframleiðsla úr 150 kílóum gerð með styrk og aðstoð Matvælasjóðs og Matís. Tvöfaldamætti kornarækt í landinu til að koma í stað innflutts malts. Það verið að flytja inn 6.000 tonn af malti til landsins, þannig að ég held að við séum að skapa þarna fordæmi fyrir kornbændur að safna korni í bestu árum og malta sem auka búgrein. Ísland er náttúrulega alltaf að stefna fæðuöryggi og þá þarf náttúrulega sjálfsögðu að vera líka bjóröryggi, eða ekki? Það lykil atriði að við getum byrjað að malta íslenskt bygg til bjórgerðar. Já, þá skulum við sjá hvernig viðrar til möltunar núna næstu daga. Þjóðhátíðardagurinn hefur verið heilt yfir fremur þungbúinn og víða hefur rignt. Hitatölur hafa þó verið með ágætum og fóru hæst í tæp 16 stig á Suðaustur- og Austurlandi. Spáð nokkuð svipuðu veðri á morgun og má búast við úrkomu og köflum víða land, þó síst á Suðausturlandi og Austfjörðum. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Oklahoma City Thunder nú aðeins einum sigri frá því að verða NBA-meistari í körfubolta. Indiana Pacers því með bakið upp við vegg. Chelsea hóf leik á heimsmeistaramóti félagsliði í fótbolta í Bandaríkjunum í gærkvöld. Og ein frægustu íþróttameiðsli Íslandssögunar ekki sönn. Viðbeinsbrotnaði Jóhannes Jósefsson ekki eftir allt saman á Ólympíuleikunum árið 1908. Nánar í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Loftvarnaflautur hafa verið þeyttar bæði í Ísrael og Íran í allan dag og sprengjuárásir halda áfram á báða bóga. Bandaríkjaforseti krefst þess að Íranir gefist upp. Fleiri fá að reka neyslurými fyrir fíkniefnaneytendur en áður eftir að lögum var breytt á Alþingi í gær. Sérfræðingur í skaðaminnkun telur að þetta geti bjargað mannslífum. Drónatækni og gervigreind eiga eftir að gjörbylta hernaði á næstu árum. Þetta mat hernaðarsakfræðings sem segir að mikið vígbúnaðar kapphlaups í hafið. Veðrið setti víða svip sinn á 17. júní hátíðahöldin í dag. Forseti Íslands ávarpaði í fyrsta sinn hátíðargesti á Austurvelli. Fyrsti bjórinn bruggaður alfarið úr íslensku korni var smakkaður á dögunum. Bruggmeistarinn segir þetta stórt skref til að tryggja bjóröryggi landsins. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringinn. Það má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ávarp forseta á 17. júní